kveikja á öllu dótinu, svo ætla ég að fá að renna niður tjaldinu. Maður getur tjaldað öllu fögru núna. Ástæðan bara mjög einföld. Ég ætla að fá að tala við ykkur aðeins Davíð konung. Og Davíð konungur, hann var nú ekki hver sem var. Hann eitt af þessum stóru nöfnum Biblíunnar. Það verður ágætt ef við getum slökkt þetta hérna ljós, Maggi. Og ég hef nefnilega, það bara til þess að ég geti séð þetta betur, auðvitað ég held að þið vitið allt saman sem ég ætla að segja. Ég held að það ekkert fram hjá ykkur. Og það skiptir bara mjög miklu máli að við áttum okkur á því að þessi fagra bók, sem mikið lesin og mikið notuð, þetta núna minnst selda bók á Íslandi. Það svo merkilegt með Biblíuna, hún að falla úr öllum vinsældum. Og meira að segja, börn sem fengu gjarnan Biblíu í fermingargjöf, það hending að börn fái Biblíu í fermingargjöf í dag. Það hefur orðið svo mikil breyting á hugafari Íslendinga og þetta mikið til komið vegna þess að við eiginlega ekki, við höldum það jafnvel að Guð sé ekki til. En vitið þið að Guð ekki til af því okkur finnst það. Guð til af því að hann upphafið af öllu. Við eigum kannski þetta að finna að sko, ég ástfangin af því mér finnst ég vera ástfangin. Mér finnst kona mín sæt og falleg og allt það. En hjónabandi mitt, það byggist ekki bara á því að mér finnst hún svona. Þetta ekki tilfinningin ein sem ræður, heldur þetta ásetningur. Þetta ákvörðun. Þetta nokkuð sem að ég veit að ég á að sýna eiginkonu minni virðingu, væntumþykju, alveg sama hvernig mér líður. Ég ekki alltaf aðalatriðið, heldur samskiptin mín við þann sem að ég að eiga samskipti við, þau skipta meira máli. Og frammi fyrir Guði almáttugum stend ég sem einn af þeim sem hann hefur skapað og ég ætla mér að fá að vera í góðum samskiptum við þennan frábæra drottinn minn. Efni og innlegg Davíðs svolítið athyglisverður þáttur vegna þess að þegar Biblían tala við okkur Davíð konung, þá hún að tala nánast konunginn. Þetta maðurinn sem að Guð notaði og maðurinn sem að fékk að reyna Guð á alveg stórkostlegan hátt. Meira þess að Jesús Kristur vísa til Davíðs konungs. Og hann vísa til þess þegar Davíð konungur skrifaði í einum sálminum að drottinn sagði við minn drottinn. Kannast þið þetta? Þá þetta Davíð konungur sem hann að vísa til. Við syngjum mjög gjarnan eitt kór sem eftir Davíð konung, skapa í mér hreint hjarta og Guð, og ég tala ekki í útförum á Íslandi mjög algengt að menn taka 23. Davíðssálm og syngja hann, drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Hver var þessi konungur sem kom með þetta innlegg í mannkynssöguna? Hann uppi 1000 árum fyrir Kristburð, hann 3000 árum á undan okkur og áhrifa hans gætir enn í kirkjum landsins, í söngunum okkar og það sem við erum að segja, það það frá Davíð konungi. Vitið þið að Davíð konungur skráði niður bæn Móse í Davíðssálm 90. Við megum ekki hafa handknattleik eða fótboltaleik, þá liðið látið standa út á velli og allir syngja ó Guð vors lands og lands vors Guð. Við lofum þitt heilaga nafn. Þetta komin úr Davíðssálmi 90. Ég veit að Davíð samdi hann ekki, en Davíð kom honum á blað. Davíð kom honum í söngvabók Biblíunnar. Davíð gerði það að verkum að við fáum að sjá hvernig drottins orð umbylti hugafari eins manns. Skoðið annan atriði með Davíð konung, sett aðra glæru upp, Kalli. Við erum að tala sagnfræði þegar ég að fara inn í þetta. Sagnfræðin, hún Biblían.
Biblían ekki ævintýrabók eða ævintýrasögur eða trúarsögur. Biblían virkileg sagnfræði. Og það alveg stórmerkilegt hvað fáir hafa áttað sig á því að þegar Biblían að tala til okkar, þá hún að segja okkur frá samtíma sem að Guð var að gera sig dýrlegan á. Og sjáu þið hvað við erum með. Ég tók hérna úr gömlu Time og það verið að segja okkur frá sögum Biblíunar. Og þeir að hafa orð á því í þessu Time, hvort að Biblían sé sagnfræði eða myth, eins og þið segja, eða bara trúarsögur, svona ævintýri. Og hvað við að tala um? Við erum að tala um personur, við þekkjum Móse, finna þið mikið Móse. Við þekkjum Davíð konung, við þekkjum Jósúa. Við getum nefnt svona fleiri stórnöfn frá fortíðinni og við erum að tala árin 1500 til 1400 fyrir Krists. Hægt að finna mikið þetta? Ef þú ferð í sögur Egypta, þá kannski finnur nöfn og getur fundið einhverja leifar af þessum nöfnum sem staðfesta þau. Ef þú ferð í sögur Babyloniumanna, þá nánast ekkert til. Ef þú ferð í aðra sögur þjóða sem þarna í kring, þá veistu ekkert. Það ekkert skráð. En gyðingarnir, einhvern veginn vegna, þá alltaf að skrá það sem gerðist. Og hér við komið með rauða bletti og strik. Og þetta allt saman ástæðan fyrir því að þetta rautt, það að þeir finna lítið af fornmenjum. Og hérna Jeremía, og það sagt að finnst ekkert voðalega mikið Jeremía. Og þetta sagt vera á þessum tíma, 600 fyrir Krist. En vitið þið að öll þessi innsigli sem við höfum, þetta með nöfnum tveggja manna. Annað nafn Jeremía, hitt nafn Jesaja, sem eilítið á undan, þannig að tími þeirra, hann liggur saman. Sýndu okkur næstu glæru Kalli. Þá sjáum þið að við erum með stórmerkilegar upplýsingar sem fornleifafræðingarnir hafa verið með. Og þessar glærur að segja okkur það að við megum taka meira mark á þessu orði en við höfum endilega áttað okkur á. Þetta meiri sagnfræði heldur en flest annað. Og af hverju ég að tengja sagnfræði við ykkur? Þurfum við því á því að halda? Já, við þurfum á því að halda að sjá það að orð Guðs öruggt. Orð Guðs það stendur. Orð Guðs þolir að við skoðum. Kalli, næstu glæru. Þá komum við hérna að atriði. Þeir eru búin að finna svona atriði með Jerikó. Þið kannast við þá sögu. Þeir sjá að Jerikó og Jósúa, þeir hafa ekki alveg passað saman. Þeir eru nokkuð vissir það að Jerikó var 1406 fyrir Krist. Og það svo merkilegt að í Biblíunni, bók Jósúa, gríðarlega nákvæm lýsing á því hvernig Jerikó var eitt, hvað gerðist. Og það var fornleifafræðingur sem var að vinna frá árinu 1952 til 58 í að grafa upp Jerikó. Og hann sagði, miðað við það sem við sáum, þá frásaga Jósúa bókar greinilega frásaga sjónavotts. Múrarnir féllu niður, þeir komu niður og þeir fylltu upp síki sem var fyrir framan múrana og þeir bjuggu til eiginlega halla, það sem að her Jósúa gat farið yfir inn í borgina án þess að eiga nokkrum erfiðleikum með. Og hvað gerðist þegar þeir fóru að grafa upp borgina frá 1952 til 58? Þeir fundu nákvæmlega þetta að múrarnir höfðu fallið niður, búið til halla, svo her Jósúa gat labbað yfir rústirnar og inn í borgina. Þegar þeir voru komin inn í borgina, þá brenndu þeir allt. Og hvað fundu fornleifafræðingarnir? Þeir fundu þá brennu, þeir fundu sótið og fundu öskuna og kort sem hafði brunnið. Allt sem að Biblían sagði okkur Jósúa og fall Jerikóborgar reyndist rétt. Svo kemur vandinn. Þeir segja Jósúa
hann hafi ekki eitt borginni, heldur Jósúa sé löngu á eftir og þeir segja hann 100 árum á eftir samtíð sinni. Hvor haldið hafi rétt að standa? Sjónavottarnir sem sáu borgina falla í rúst og hrynja, eða sagnfræðingar sem halda að hann hafi verið 100 árum á eftir. Þið vitið það kannski heilmikill munur á því hvort að við erum núna 1923 eða 2023. Við erum ekki kynslóð frá 1923, við erum 2023 og atburðirnir í dag sem eru skráðir, við gætum staðfest á. Við gætum verið sammála. Við vitum bæði gosið í Meradölum 1923, þá höfðu ekki hugmyndum að það myndi gjósa í Meradölum. Það hefði engin sagnfræðingur eða engin spámaður skrifað það að það hefði gosið í Meradölum. Við erum búin að sjá þetta. Þannig sagnfræði Jósúa bókarinnar, hún bendir okkur á það að Jósúa, hann var hér þegar borgin hrundi. Og afkomandi af þessum Jósúa meðal annars Davíð konungur. Sjáu þið síðan, komum svo aðeins inn í þetta, hvað þetta stórmerkilegt, hvað menn vita lítið og þó vita heilmikið. Jörðin, hún segir líka frá, næsta glæra, Kalli, Davíð sá maður sem að hafi fengið þessar sögur í arf. Og sjáðu hvað þetta athyglisvert að hann byrjar sálmana með því að segja sæll sá maður eigi fyrir að ráðum óguðlegra. Höfum við ástæðu til þess að rifja upp þetta orða meðal okkar? Eigum við að leyfa þessu hljóma hjá okkur? Sæll sá maður sem eigi fyrir að ráðum óguðlegra. Í dag eru menn að gefa okkur upp alls konar óguðleg ráð. Hvað ekki verið að sýna okkur? Ég þarf ekki að fara mikið inn í þessi mál. Þið vitið alveg hvernig bæði hindúismi, jóga, hvernig alls konar hugmyndafræði hjónabandið og kynlíf og hvað verið að segja við ungu börnin okkar og hvað unglingarnir látnir gera í grunnskóla til þess að tekna upp eigin kynfæri og svo framvegis. Hvað verið að segja okkur þetta? Þetta ekki fyrsta skipti sem þetta gerist, en þetta skilaboð til okkar ungu kynslóðar, fariði ekkert eftir því sem Guð segir. En Biblían segir við okkur, sæll sá maður sem eigi vera ráðum óguðlegra. Biblían segir þér að líkami þinn musteri heilags anda. Hann musteri heilags anda. Og líkami þinn, hann ekki gerður fyrir sörlifnaðinn, hann gerður fyrir helgunina. Þú og makiðinn, það nóg. Hvað kirkjan í dag? Hvað stendur hún í þessum málum? Af hverju kirkjan í dag að gefa saman 2 karlmenn og kalla þá hjón? Af hverju kirkjan í dag að gefa saman 2 konur og kalla þá hjón? Af hverju fær enginn að vera prestur öðru sinna að lofa því að gefa saman 2 karlmenn og þá þetta í lagi? Sæll sá maður eigi fyrir að ráðum óguðlegra, sagði Guðsmaðurinn Davíð konungur, og þetta þarf að hljóma á Íslandi. Og ég segi við ykkur, kæru vinni, þó við séum fá og smá hér í Keflavík, láti þetta aldrei frá ykkur fara að þið gefið óguðleg ráð, ekki hérðan frá pallinum. Við predikum Guðs orð og við leifum því að hljóma það sem fekk að hljóma á vörum Davíðs konungs og eftirmanna hans. Og sjáðu svo. Ég kem, í bókarollunni með reglur settar. Davíð konungur vissi mikilvægi bókarinnar. Í bókarollunni með reglur settar. Hvað eru reglurnar hjá okkur í dag? Ef að unglingarnir fá ekki Biblíuna í fermingargjöf, ef það ekki opnað fyrir þau sögur Biblíunar, ef ekki verið að segja okkur frá því sem Biblían segir, hvar stöndum við þá í dag? Í bókinni með reglur settar. Þú veist, ég kem þar. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig, segir Davíð konungur. Til hvers var hann að segja þessi orð? Hafði Guð einhvern tímann yfirgefið Davíð? Þetta einn af spádómunum sem Jesús Kristur notaði. Þegar hann hékk á krossinum og þegar hann var í andaslitrunum, þá hrópaði hann, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Hvernig vissi Davíð konungur að þetta orðin af munni Jesú Krist? Til friðþægingar fyrir þig og mig.
Við eigum nefnilega arf og við eigum sögu sem skiptir máli að við getum tengt að Guð talaði löngu áður en það varð. Amen. Hann segir þetta 1000 árum áður heldur en Jesus Kristur lét þetta frá sér fara. Við erum með Guðs orð, þið vitið. Við erum með stórkostlegt Guðs orð og Guð notaði Davíð konung til þess að vera fyrirmynd okkar svo við sjáum hvað Guð hefur verið að gera. Skapa í mér hreint hjarta á Guð. Þurfti Davíð nokkuð að biðja það. Það kom spámaður til hans og dró upp myndin af fátækamanninum sem að lambið var tekið frá vegna þess að ríkimaðurinn fekk gest í heimsókn. Og ríkimaðurinn tók lambið frá fátækamanninum og slátraði og bauð gestinum í mat. Og Davíð konungur sagði, þetta er óhæfa, þetta má aldrei gera til Ísrael. Hver er þessi ríki maður? Þú ert maðurinn, sagði spámaðurinn við Davíð konung. Hvernig myndir þú taka svona ofanígjöf? Ef það var allt í hennu dregið upp mynd af þér og þú hefur bara sagt, þú ert sinn seki. Hvað gerum við ekki? Við fyrir ekki fílu. Kemur hinga aldrei aftur. Nú, þetta er sko of hart fyrir mig. Ég er sko hættur í þessu söfnuði. En Davíð konungur, hann var svo auðmjúkur þegar að spámaðurinn var búinn að leiða í ljós hvað Davíð hafði gert gagnvart Úría og Batsebu. Hann stakst í hjartað og hann bað þessara bænar skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér stöðugan anda á ný. Hvenær erum við að syngja þessa söngva? Hvenær erum við að tala þetta við Guð almáttugan? Við höfum verið að láta leiðast hingað og þangað og við höldum að við komumst upp með allt sem við erum að komast upp með. Sáu þið færslunni í gær frá Arnari Þór Jónssoni, dómara. Hann birti færslu og kona mín las þetta fyrir mig. Þá kemur í ljós að hann er að segja frá því að dómarar, hann er búinn að vera dómar á Íslandi í mörg ár, samdómarar hans eru einmitt að tala hvert Ísland er komið. Af hverju eru þeir að fá svona dómsmál upp á Íslandi? Það er verið að kæra presta fyrir það að þeir standa á orðinu. Það er verið að ýta mönnum í burtu fyrir það að þeir standa á orði Guðs, Biblíunni. Það er verið að draga orð Guðs í efa og helst að ýta því út og ef þú fer í leikhús eða bíó eða hvaða menningarstarfsemi sem þá er verið að hræpa Guðs orð og ýta því í burtu. Það er allt saman sem gildir annað en Guðs orð. Og Arnar Þór Jónsson, hann sagði að það er spurning dómara á Íslandi hvað sé þetta að gera áður en hrun verður. Við erum komin að mörkum að siðferðilegu hruni. Hafið átt okkur á því. Við kannski lifum í svona ákveðinu vernduðu umhverfi. Við erum hér okkar, við þekkjum hvert annað. En vitið þið, það er verið að ræna okkur því að við fáum að taka mark á þessu heilaga orði. Það er langt í frá að þessi sjálfsagt að hafa tjáningafrelsi og trúarfrelsi. Og það eru stórir pólitískir flokkar á Íslandi sem eru í þeirri hræringu að ef þú ert ekki mér sammála, þá lokum við á þig, þá ertu útilokaður úr samfélaginu. Davíð konungur gerði sig grein fyrir þessu. Og hann segir líka, alveg hygglust, heimskingin, segir í hjarta sínu engin Guð. Vitið þið, það eru alþingismenn sem eru yfirlýstir guðleysingjar. Björn Leví Gunnarsson, pírati, og fleiri í pírataflokknum. Þetta eru yfirlýstir guðleysingjar. Það meiri sem sagt við þingmenn sjálfstæðismanna, vertu ekki að blanda pólitík og kristni saman, ekki bera fram kristin boðskap, ekki verja þjóðkirkjuna, láttu bara lögin ein ráða. En lögin eiga að byggjast á því sem að við köllum siðferðilega rétt og siðferðilega rangt. Hvernig veistu hvort það er rangt að stela? Af hverju er það rangt? Ég veit að þið sum hver, þið eigi bara fullt af góðum munum og ég get alveg sagt að sum ykkar eigi bara fullt af pening. Á hverju má ekki stela peningu frá okkur ef að mig vantar pening? Ég get stórgrætt á því. Það vita náttúrulega allir sem að þekkja að Guð segir í boðunum sínum, þú skalt ekki stela. Má þetta ekki heyrast?
hvernig stendur á því að það var komið inn hjá Móse og Davíð konungi og fleirum að þú skalt ekki stela. Og þegar Davíð konungur stal konu til sín frá Úría Hetita, þá þurfti hann að fara fram á að Guð skapaði í hann hreint hjarta. Er þetta maður til þess að læra af? Já, þetta er maður til þess að læra vegna þess að við sjáum hvað hefur verið að gerast. Skiptum nú aðeins glæru. Og sjáu, næsta glæra segi ég með. Þetta er svona eitt af því sem að mér finnst skipta mjög miklu máli. Skiptu glæru, Kalli? Og það er þessi sögulega tilvísun. Er engin Guð til? Sá sem er guðleysinginn og það talaði þennan guðleysingja, heimskingi segir í hjarta sinni engin Guð, hann hét Dóeg Edomíti. Dóeg þessi kemur að þegar Davíð konungur er orðinn útlægur. Hann er ekki orðinn konungur, það er búið að smyrja hann samt, hann er gerður útlægur og Sál er á eftir honum. Og hann kemur til prestana og hann fær sverð Golíats til þess að verjast. Dóeg er vitni af því. Hann kjaftaði í Sál, upplýsir að prestarnir vita hvar Davíð er að finna og hann er látinn vinna það óheillaverk að drepa alla þessa presta sem studdu Davíð konung. Heimskingi segir í hjarta sinu, engin Guð er til, þá má hann allt. Þá getur hann allt til vitið. En Dóeg, hann dó dauða guðleysingjans. Næsta getur við sagt, þegar kemur að þessu, að Davíð konungur, Davíð konungur, hann hafði ekki nema örlítinn hluta Biblíunnar. Biblían var ekki til á hans dögum. Hann hafði bara Jóbsbókina, 5 Mósebækurnar, hann gat haft Jósúabók og Dómarabókina og Rutarbók. Þetta eru elstu bækur Biblíunnar, Davíð konungur gat haft þennan vitnisburð. Þetta var Biblían hans Davíðs konungs. En sjáu þið, þessar örfáu bækur sem við höfum, getur það verið að það hafi bara verið nóg fyrir Davíð konung. Næsta sem við vitum að Samúels bækurnar, það eru bækurnar sem eru skrifaðar og í tíð Davíðs. Það er verið að segja frá áðurinn eða breytingunni frá því að Dómarabókin og Samúels bækurnar koma. Og við tökum alveg eftir því að í þessum bókum þá er Davíð konungur smurður til konungs og ævi hans er búin að fá línu, nú eru þú þjónn minn. Næsta glæra. Og þá komum við að þessu, stórmerkilega. Tak ei þinn heilaga anda frá mér. Þetta er bæn konungsins, skapaði mér hreint hjarta á Guð. Tak ei þinn heilaga anda frá mér. Ég er að vísa í Psalm 51. Og mér finnst svolítið athyglisvert að Davíð konungur, hann hafði fáar bækur Biblíunnar til þess að láta leiða sig. En hann fekk 3 spámenn sem hann hlustaði á. Hann fekk Samúel spámann, hann fekk Natan spámann og hann fekk Gad spámann. Samúel spámaður, hann smurði hann til konungs. Og þetta er einn af spámönnum sem að mikill ljómi er yfir og Davíð konungur treysti því sem Samúel sagði og það er alltaf gott að hafa spámenn Guðs með sér. Því Davíð og Samúel voru vinir En svo kemur Natan spámaður og hann dæmir Davíð vegna Batsebu. Og það er alveg stórmerkilegt hvers vegna Davíð konungur tók dómnum hans vel. Það var engin hroki í hjartanu. Hann var auðmjúkur, hann beygði sig og hann sagði drottinn fyrirgefðu, hvað hef ég gert? Maður sem hafði ekki alveg fulla sýn á Biblíuna, honum varð á. Hann lét tilfinningarna sína leiða sig í gönur. Hvað er ekki margir trúaðir sem að láta líka tilfinningar sína leiða sig í gönur, jafnvel þó við höfum alla Biblíun í dag. Og það er bara mjög algengt viðhorf hjá trúuðum í dag að já, ég tek ekki mark á þessu, ég þarf bara að fara eftir því sem að Jesús segir, ég er ekki að hlusta á Pál postula, við flokkum Biblíuna eftir því sem að mér hentar. En vitið þið að spámaðurinn Natan, hann var ekki kominn til þess að tala það sem hentaði Davíð, heldur það sem Davíð þurfti að vita, þó þetta væri óheppilegt. Og Davíð konungur, hann sneri hjarta sínu við og sagði skapa í mér hreint hjarta og Guð. Davíð Psalmi 51,
viðbrögð Davíðs konungs við Natan spámann. Síðasta lagi, Gad, sjáandi. Davíð vildi telja lífin, þið vitið. Og það var Guð búinn að banna. En Davíð vildi endilega vita hversu fjölmennur eru þegna mínir. Og hann taldi lífin. Og fyrir bragðið þá dæmdi Guð Davíð konung og hann fékk að velja á milli 3 dóma Guðs. Það var val. Og Davíð konungur, hann valdi það að falla í hendi Guðs, ekki í hendur manna. Og það svolítið athyglisvert. Á hverju vildi hann frekar falla í hendi Guðs? Jú, af því Guð miskunnsamur. Hann vissi eðli hans. Hvað vilt þú gera með þig og þitt líf? Hvort viltu láta Guð stjórna þér eða hvort viltu gera að manna vilja og að hæfi manna? Menn hafa enga miskunn að finna. Þú veist að ef að þér verður á og menn vita af því, þá færð þú að finna fyrir því. Þú færð að finna það þér ekki fyrirgefið. Það alveg sama hvað tíma líða. Það verður alltaf verið að rifja þetta upp hvaða mistök þú hefur gert. Menn eru svoleiðis. En við erum kallaðir til þess að vera þeim megin að sjá hvernig Gad sjáandi bendur okkur á það að við felum okkur í hendi drottins. Hvað gerðist síðan? Jú, Gad sjáandi kom til Davíðs og sagði við hann, þú getur stoppað drepsóttina. Með því að kaupa þreskjuvöll Ornans í Jebúsíta og færa Guði fórn. Og leið og fórnin fór að loga og brenna á þreskjuvölli Ornans í Jebúsíta, þá stoppaði plágan í Ísrael. Sjá hvað þetta er merkilegt. En fyrir bragðið, þá átti Davíð konungur grundvöllin eða grunninn undir musterisbygginguna. Við köllum þetta musterishæðina í dag. Það er ennþá verið að deila það, hvort að eigi þarna að vera musteri, hvort að gyðingarnir eigi þarna yfirráð. Við sjáum að orð drottins, það er ekki búið að losa staðinn, þannig að hann er endan dag í dag til og innan skams. Takið eftir því sem það er að gerast. Ég trúi því að ég megi alveg segja þetta við ykkur. Það voru miklir jarðskjálftar í Tyrklandi og Sýrlandi daginn. Svo miklir að þetta var 7,8 á Richter. Og það eru talið yfir 50.000 manns sem hafi dáið í þessum jarðskjálftum. Hvað er merkilegt við þessa jarðskjálfta? Þeir eru á sprungunni sem liggur niður að musterishæðinni. Ef kemur nú skjálfti aftur og hann verður aðeins sunnar og musterishæðin nötrar og skelfur og ómanmoskan sem er þarna upp á musterishæðinni, hún hrynur, hvað gerir þá músliminn? Hvað segir hann þá? Allah hvað? Er Allah búinn að sleppa hendin? Er Allah búinn að missa tökin? Og við erum í þeirri stöðu, kæru vinir, að gyðingarnir, það er heilmikil hræring þar á milli að þeir vilja byggja musteri að nýju. Það er 1/3 hluti ísraelska þingsins sem vil byggja musterið. Netanyahu er ekki alveg tilbúinn, en takið þið eftir, fylgist þið bara með. Guð er ekki hættur að starfa og við sjáum að jafnvel spádómar sem að þessir menn komu með, þeir eru enn í fullu gildi. Þetta er heilagur staður, þetta er heilög jörð, musterishæðin er ætluð bæði konungi Davíð og síðan afkomendum hans. Hefur að sjá næstu glæru? Og það er svolítið athyglisvert hjá okkur. Í Biblíunni þá er verið að greina. Það eru 14 kynslóðir milli Davíðs konungs og Abrahams. 14 kynslóðir. Milli herleiðingarinnar og Davíðs eru 14 kynslóðir og milli herleiðingarinnar og Krists eru 14 kynslóðir. Þessi regla, hún er tekin fram hjá Mattheusi. Og Mattheus, hann var einmitt að ráðleggja gyðingum að fylgjast með þessu stórkostlega máli, hvernig kynslóðirnar hafa, eða Guð hefur gripið inn í á þessum ákveðna kynslóðabíli. Ég vísa bara til Mattheus 1:17. En frá Kristi til okkar daga, hvað er margar kynslóðir frá Jesú Kristi til þín? Hvað heldur þú?
20, 40, 50? Hvað er þessu marga kynslóðir? Það eru nákvæmlega 52 kynslóðir. Og við erum búin að njóta þeirra náðar að hafa Biblíuna handa okkur í það minnsta í 21 kynslóð, 26 kynslóð jafnvel. Við erum búin að hafa Biblíuna tiltæka á íslenskri tungu frá því 1584. Við byrjum á því að fá Nýja testamenti 1540 og íslenska þjóðin, hún hafði svo mikinn áhuga á þessu orði að það talaði það að 1700-1800 á þeim árum þegar eitthvað var gefið út, sérstaklega var það eftir 1800, þá var það að mestu leyti bara Guðs orðabækur og þær seldust upp, það var hver bókin af annari sem var metsölubók. Og þegar Hallgrímur Pétursson var að semja sína passíusálma og gefa íslensku þjóðinni í þjóðararf, þá var hann upptekinn af því hvað Guð hafði verið að segja. Hvernig ritningarnar lýsa pínu og dauða Jesú Krist. Og ef þið hafið tækifæri, og ég ætla bara að ráða ykkur það, notið tækifæri núna, bænadagana núna, notið það til þess að lesa passíusálmana. Fylgist þið með, sjáu hvernig konungurinn, bæði Jesús Kristur og Davíð, þeir eru leiddir fram í passíusálmunum sem Guðs menn. Og það er alltaf verið að vísa til Biblíunar. Síðasta atriðið. Síðasta glæran. Ég ætla aðeins að fá að nefna þetta við ykkur. Maðurinn sem Guð notar. Hvað gerir hann? Þið vitið að hann er frátekinn, hann er helgaður. Davíð var ekkert endilega allra. Hann var frátekinn fyrir Guð. Og þú átt að vera í þeim hópi. Við köllum þetta hinn helgaða líð. Frátekinn fyrir Drottin. Næsta vitum við að hann er bardagahetja. Hann er eins og Davíð gagnvart Góliat. Okkur finnst við standa frammi fyrir heiminum og þetta er svo óskaplega mikið vald og þetta er svo óskaplega mikið höfnun að við vitum ekki hvort að við getum í raun og veru barist trúarna góðu baráttu. Og við reynum jafnvel að semja okkur svona inn í kringumstæðurnar. Ver ekki of harðir, ver ekki of þetta, ver ekki of svona sérstakir. Nei, Guð er að leita bardagahetju. Mann og konu sem þorir að standa á orðinu. Sem þorir að leyfa spádómunum koma fram. Sem þorir að segja Guð segir. Svo segir Drottinn. Og þú kannski fær fullt af mótmælum, en vistu það að leið og þú segir Guð segir. Svo segir Drottinn. Þá ertu búin að fá einn í lið með þér og það er Guð almáttugur skapari himins og jarðar. Það var nákvæmlega það sem Davíð konungur gerði gagnvart Góliat. Það var ofurefli að etja, en hann treysti ekki á eigin umbúnað eða hergögn. Hann treysti því að Guð stýrði steininum. Og hvað heldur þú að Guð geti ekki gert í þínu lífi? Hvað heldur þú að Guð geti ekki gert í þínu orð? Hvað heldur þú að Guð geti ekki gert í það sem hann er að vinna í þér? Hann stýrir orðum þínum svo þú hitti mark. Og áheyrendur þínir, þeir verða hólpnir. Amen. Við stöndum frammi fyrir þessum atriðum. Hann hlustar á Guðsmenn. Í dag er mjög algengt að við flokkum predikara. Já, mér líkar nú ekki þessi, mér líkar nú ekki hinn. Og við flokkum predikara svona eftir því hvar þeir eru staddir gagnvart okkur sjálfum. Eitt af því sem við sjáum að Jóhannes talar í Jóhannes bréfunum, það er einmitt þetta. Sá sem hlýðir á yður, hann hlýðir á mig. Ef við hlustum á Guð, þá gerum við þetta Davíð konungur, við hlustum á Guðs mennina. Við hlustum á Samúel. Við hlustum á Natan. Við hlustum á Gað. Og þegar þeim ber saman orði Drottins og mönnum með gáfur heilags anda, þá vitið þið að við förum að tala eins. Þá skiptir engu máli hvort að við erum að hlusta á predikara árið 2023 eða næsta ár eða í fyrra. Þeir sem tala samkvæmt Guðs vilja, þeir tala samkvæmt Guðs orði. Þeir láta ritningarnar ráða. Það skiptir öllu máli. Og að þessu sögðu,
hann fer eigi að ráðum óguðlegra. Hlustaðu á hver hefur áhrif á þig. Athugaðu hvort að óguðlegir menn eru að stýra þér og draga máttinn úr þér. Svoleiðis að, þú þarft nú ekki endilega að fara að samkoma í dag. Þú getur alveg verið heima. Það alveg eins gott bara að horfa á vídeo eða gera þetta, gera hitt. Þið vitið hvernig þetta hjá okkur. Við erum alltaf í einhverju vali. Jú, við getum gert þetta og getum gert hitt. Það alveg hárrétt. En að fara eigi að ráðum óguðlegra eitt af því mikilvægasta sem fylgdi hvítasunnu hreyfingunni frá upphafi. Þess vegna talaði andi Guðs svo sterklega til þeirra og þeir voru alltaf að brýna hvern annan. Hvað segir orðið? Hvað segir Biblían? Ekki hvað almenningsálitið? Hvað segja pólitíski flokkar? Hvað segja þeir í Þýskalandi? Þeir þurftu líka að gera sér grein fyrir því hér á árum áður að það voru stefnur og ismar sem rísu upp í Evrópu. Nasisminn, hann var álitinn af sumum trúuðum von Guðs til þýsku þjóðarinnar. Og meira segja það var prestastefna í Þýskalandi sem ályktaði svo að nasisminn væri Guðs gjöf til þýsku þjóðarinnar. Var það samkvæmt orðinu? Nei, það var það ekki. En þeir fóru að ráðum óguðlegra. Og þetta kostaði svo mikið, ég skal bara segja ykkur eitt atriði. Kirkjurnar í Þýskalandi voru búin að búa til eitt besta svona unglingastarfsvettvang sem til var. Það voru sumarbúðir hér og þar. Og árangur af þessari stefnu, við getið séð hana hjá KFUM, það er bæði Vatnahlíð og Vindaslíð. Þetta var starf kirkjurnar í Evrópu sem kom þessu öllu í gang. Friðrik Friðriksson kynntist þessu í Danmörku og kom með hugmyndirnar hingað til Íslands. Hvað gerðu nasistarnir við þetta? Þeim leist svo vel á þessa starfsemi unglingabúðana, þeir tóku þær yfir. Þetta voru kallaðir Hitlers æskan. Þeir fóru nákvæmlega að eins og kirkjurnar gerðu, þeir leiddu unglingana inn í unglingastarfið og í staðis að gera það á kristna, þá gerðu það á nasistum. Þjóðverðirnir sluppu ekki. Hvað haldið að djöfullinn gerir hjá okkur? Ef við höfum eitthvað gott fram að færa, hver heldur að vilja eignast það? Hver heldur að vilja taka þetta frá okkur? Hver vil taka frá okkur tónlistina og setja hana í flottan jólabúning svo við verðum þekkti við jólin en þjóðin gerir ekki iðrun? Við þorum ekki að tala það sem að þjóðin þarf að heyra af því að við erum komin á þann stall að við viljum að allir séu sammála okkur. En elsku bestu, þetta er ekki spurningu það hvort að menn eru sammála okkur. Þetta er spurningur það hvort að menn eru sammála Guði almáttugum, höfundi þessa orðs. Skapa í mér hreint hjarta og Guð, bað Davíð konungur. Að síðustu þetta, hvort er með síðustu glæruna? Þetta er glæra sem að snertir mig svolítið. Ég sjá að nafn mitt er hérna, Snorri Óskarsson. Þetta er ættartalan mín. Þetta er víkingatalan eins og sjáið. Og ég kem hérna að manni sem heitir Ólafur Pá Höskuldsson. Móðir þessa manns, hún var Melkorka, Mýrkjartansdóttir og sá sem að bjóða þetta til fyrir mig, hann rakti ættartölu konungana í Írlandi og hann segir, þeir eru komnir frá Jakob, bróðir drottins Jesú Krist. Svoleiðis að þið vitið hvaðan ég er komin. Ég get alveg hiklaust sagt Jesús bróðir besti. Hann var allavega sko bróðir forföður míns. En þá erum við að tala að þetta er samtals allt saman 52 kynslóðir sem að ég hef, sem bendi mér á það að Biblían, hún talar mikilvægustu persónu þessara sköpunar, Jesúm Krist, sem var afkomandi Davíðs og hann átti sína, Davíð hann er hér, hann átti sína afkomendur hann Davíð og þetta er komið í gegnum bæði Davíð og síðan konunga, eða síðan, konunga Írlands. Og við erum að sjá að við getum rakið ættir okkar svona langt aftur í tíma. Fyrir hvað er það? Jú, það var að því menn skráðu og menn skrifuðu. Og þessir menn, margir hverjir, þetta voru guðlegir menn sem voru valdir sérstaklega til þess að vera forfeður Jesú Krists. Við
erum aftur á móti afkomendur Jesú Krist að þessu leitinu til. Við erum andlegir afkomendur. Ef orð Drottins fær að búa í þér og ef að hjarta þitt fær að vera fullt af orði Guðs og þú gengur ekki á vegi óguðlegra og þiggur ekki ráð óguðlegra, heldur geri Jesúm Krista drottni þínum og frelsara, hvað þá að gerast í þér? Þá ert þú orðin erfingi, samerfingi okkar, að náð og dýr Drottins. Og þegar Jesús kemur innan skams, að mjög stutt í það, mjög stutt, þá mun að hrífa þá til sín sem bíða hans í eftirvæntingu. Við verðum hrifin upp til fundar við Drottin í loftinu af því að það ákaflega mikil þrenging að koma yfir þessa jörð. Þið heyrir náttúruna berja taktinn. Þið heyrið hvað að gerast. Þið heyrið styrjaldir. Þið heyrið óveður. Þið heyrið ógnir. Og þið heyrið bara hvernig ríkisstjórnin landanna og ráðherrarnir á Íslandi eru að krefjast þess að það verði farið í einhverjar aðgerðir út af loftslaginu til þess að vernda það. Það ógn og skelfing sem blasir við þeim. Hver lausnin? Hver frelsarinn? Hver vill frelsa þig frá svona loftslagsógn? Drottinn okkar og frelsari, sem frelsaði Davíð konung, gerði hann að þeim manni sem hann gat notað og hann vill fara með þig alveg eins. Gera þig að manni sem hann fær að nota. Heyri amen við því. Mér langar til þess að við biðjum núna og þú sem ert að hlusta á. Það ekkert annað fyrir þig að gera heldur en að gangast Guði á hönd. Jú, þú getur alveg farið þína eigin leið, en það eru margir sem að hlusta og þeir vita það að það eru svo margar ógöngur sem að við höfum ratað í. Það eitt og annað sem kemur upp og við eiginlega ráðum ekki endilega við málið. Davíð konungur var líka þannig, en það var eitt sem hann hafði alltaf með sér. Það var að þegar orð Guðs og spámenn Drottins fengu að leiðan og fengu að koma að honum, þá var það honum til blessunar. Og ég vil segja það við ykkur, þegar þið að hlusta. Gerið það sem Davíð konungur gerði, biðið skapa í mér hreint hjarta og Guð. Ég ætla að biðja það. Ég veit að við getum öll beðið það. Við skulum standa upp í söfnuðinum og við skulum biðja þess að Drottinn Jesús Kristur fái einmitt að skapa í okkur hreint hjarta. Drottinn minn. Við viðurkennum að þú ert Kristur, sonurins lifanda Guðs. Þú ert lausnarinn okkar og frelsari. Þú ert sá sem að leiðst og dóst á krossinu fyrir okkur og við höfum eiga þig að í öllum okkar kringumstæðum, en Drottinn skapaði okkur hreint hjarta og gef okkur að nýju þín stöðuga heilaga anda. Og Drottinn, það sem að hefur verið að plaga og eyðileggja, það sem hefur verið að sundra bæði hjónaböndunum og sundra börnunum frá okkur og sundra samfélögum og kirkjum og kenningu þinni, Drottinn minn, gefðu þínum þjónum að nýju að þeir snúi sér til þín og spyrji gömlu göturnar og hamingjuleiðina svo að þeir megi fara hana. Þetta var það sem að Jeremía talaði og Jesaja benti á, og þetta það sem að bæði Daniel og Jóel að vera að tala Þetta það sem að þú talar Drottinn minn, og við biðjum að það rætist í okkar lífi. Komdu inn í okkar líf, fyrirgef okkur syndirnar og þakkaði fyrir að þú blessar okkur með í samfélaginu þig. Í Jesú nafni. Amen. Og náð Drottins og Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda veri með ykkur öllum í Jesú nafni. Amen. Þetta hinn postulega kveðja og takiði mark á henni vegna þess að það sem apostolarnir voru að segja, það alveg marktakandi á. Komið tími til að fara í kaffikalli? En þakka þér fyrir að stýra tækjunum í dag, Kalli minn. Það ánægjulegt að fá að vera með ykkur og megi Drottinn sannarlega blessa ykkur ríkulega. Amen. Ykkur með bænarefni sem vilt að við biðjum fyrir áður en förum upp? Fyrir fjölskyldur minni til frelsis. Já. Amen. Eru fleiri með svona bænarefni að börnin okkar frelsist? Amen. Drottinn
Við biðjum fyrir þessu bænir, bæði frá Sigurjóni og þeim sem að halda höndu sínum uppi. Frelsaðu börnin okkar. Og drottinn gefðu náð, elskaði Herra, að þau heyri kall þitt, drottinn minn, ýttu á þau, gerðu þeim, drottinn minn, það ókleift að flýja frá þér. Gefðu okkur, drottinn minn, að sjá að fjölskyldunar okkar, það rætist að orð. Trú þú á drottinn Jesúm og heimilið þitt mun hólpið verða. Takk, drottinn, að það megi koma, við hermum þessu upp á okkur og byggjum að fjölskyldur okkar, börn, barnabörn og tengdabörn, þau frelsist öll sem eitt í Jesú nafni. Amen. Eru sammála? Kallið þetta yfir ykkur þegar þið komið heim, hvort sem þið eruð í veislu eða þegar þið eruð að leiða í borðbæn, byggjið þið líka drottinn að frelsa ættingi ykkar og vini. Gerið þið alvöru úr því að vera þjónar Guðs þar sem þið eruð. Amen. Velkomin í konungsgarð Davíðs konungs. Nú samverustundinni lokið og við förum upp mín sál og allt mitt geð og njótum þess sem þar með. Amen.